Nýir samlokusímar frá Samsung. Nú með glæsilegum kaupauka. Tvöfalt geymslupláss og Galaxy Buds 4 Pro. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í þennan aukaþátt af spursmálum, mánudaginn 24. ágúst. Í liðinni viku flutti Hilmar Veigar Pétursson, einhver þekktasti frumkvöðull Íslands, merkilega ræðu sem ég hlustaði á af athygli. Efni hennar á erindi við allan almenning á Íslandi og því hef ég fengið hann hingað til mín til þess að ræða efnið þess og reyndar sitthvað fleira. Fylgist þið með. Ekki láta loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Nýr Hongqi EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða. Kalt á verkstaðnum. Öflugir hitablásarar sem halda hitanum á verkefninu. Skoðuðu úrvalið á vaftpallar.is. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Heilskoðun hjá Intuens veitir ítarlegar upplýsingar stöðu líkamanns. Með segulómun hægt að greina breytingar og frávik áður en einkenni koma fram. Með þessum upplýsingum getur þú tekið upplýstari ákvarðanir heilsuna þína. Kynntu þér málið á intuens.is. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl nýju. Hann komin hingað Hilmar Veigar Pétursson. Hann stýrir fyrirtæki sem nú heitir Fenris en hét áður CCP. Það nafn sem flestir ef ekki allir Íslendingar þekkja. Blessaður og sæll. Takk fyrir. Fenris, það vísun í norræna goðafræði, það ekki? Já, heldur betur. Við grófum upp bók sem heitir Stjarnvísi í Eddum. Það íslenskur maður sem flutti í Kanada og eyddi þar áratugum af lífi sínu að búið til stjörnukort fyrir alla goðafræðina. Svo verið haldið áfram á Árnastofnun og það sést búið að finna Fenris í himinhvolfinu. Og það þannig að sólin í júnímánuði sest inn í úlfskjaftin eins og það heitur á íslensku. Já. Og svo sleppur hún í júní og þessna fögnum við miðjan júní. Það ekki bara sólstöðurnar heldur að sólin hafi sloppið 1 ári viðbót. Úr kjafti úlfsins mikla, Fenris úlfsins sjálfs. Þetta íslenskara heldur en CCP? Vissulega. CCP var nú svona einhvers konar vísun í CCP. Það var svona hugrenningar. Við vorum mikið að vinna með alls konar svona hergögn og annað slíkt og grunni til fyrirtækið Crowd Control Productions. Fengum oft fyrirspurnir frá fólki að leita sér að svona óerða búnaði og öðru slíku. Já. Og en í seinni tíð þá þýðir CCP bara í hugum allra kínverski kommunistaflokkurinn og þá sérstaklega Bandaríkjamönnum. Við vorum ofta lendi í því að starfsfólk bara stoppaði landamæraeftirliti í Bandaríkjunum og þrátt spurt hvað augljóslega ekki fólk sem ætti að vera að vinna í kínverska kommunistaflokknum var að aðstæðast í Bandaríkjunum. Og svo nú það því að við erum að fara á þessa gervigreindarslóðir að þá
heitir maður ekki CSP og að gera gervigreind. Það mun enginn skilja það. Það mun enginn hlusta á það. Nei, þannig að við fórum bara aftur í ræturnar, hætturspilið sem var fyrsta vara CSP. Kannski margir hafa tekið upp í sögumbústað og eyðilagt fjölskyldu með. Það Fenris logo á því að fyrirtæki hét upphaflega Loki margmiðlun, svo hefur verið að prófa Fenris en svo endur við þarna í CSP. Þannig að þeir eru núna komin heim í raun? Já, aftur í ræturnar. Þetta magnað fyrirtæki. Ég eiginlega man ekki á minnilýstið eftir öðru en að þetta fyrirtæki hafi verið á milli tannanna á fólki. Magnaður tölvuleikur sem að ég verð að viðurkenna ég hef takmarkað innsýn í, en ég veit að hefur lifað ótrúlega lengi. Þú ert núna sem fyrir forstjóri, en það var orðið mikla sviptinga. Fyrirtækið var selt úr landi, þið stjórnendurnir hafi núna keypt fyrirtækið að nýju. Það komið heim að því leitinu til líka? Já, vissulega. Ég held að fyrirtækið nú svona heilt yfir verið í alls konar eignarhaldi og ég þreytist ekki að minna á það að lengi vel var Landsími Íslands algjör stóðfjárfestir fyrir fyrirtækið. Bæði kemur inn þarna í fyrsta útboði fyrirtækisins mars árið 2000 sem að var svona á þeim tíma svona mánuði eftir að bólan sprungin en fréttirnar voru bara lengur að koma til Íslands þá. Netbólan og... Já, þannig að það var ennþá netból á Íslandi og gekk mjög vel og þá kemur Landsíminn sterkur inn og stutt okkur mjög líka í árunum sem eftir komu. Tóku þátt í það að byggja upp svona ofurtölvuna sem þurftum að búa til að keyra leikinn, byggu svona þjónustuver með okkur og annað sem við svona sem lítið sprotafyrirtæki höfðum bara ekki burðið til, við rétt náðum að klára leikinn. Og mér var oft svona þótt þetta var nú gagnrýnt á sínum tíma, Þórarinn Vaff tekur þessu ákvörðun og svo hún svona varin mikið af þessu safni fyrirtækja var síðan selt áfram og annað slíkt. En þetta svona gott dæmi oft hvernig svona klasar geta myndast í kringum tæknifyrirtæki. Og einhverju leyti náttúrulega CSP sjálft og núna Fenris kemur upp úr Ós. Við vorum bara að rifja það upp sjálfur, allt það sem ég var að gera upp í Ós og hvað það í rauninni gaf okkur veganestið til að komast áfram með CSP. Stuðningur Landsímans og svo heldur þetta áfram koma þessu erlendi fjárfestar mikil á Bandaríkjunum og þetta bara mikil ólíkinda saga verður að segjast. En hvergi nærri lokið og núna eins og ég segi komið í ykkar hendur að nýju? Já, nú erum við bara rétt að byrja. Já. Okkar besta vinna í framtíðinni. Ég sá á X að þið hafið samband við DeepMind. Þetta hulið seimur fyrir mörg okkar. Getur útskýrt hvað þannig í gangi? Já, DeepMind í rauninni tekur þátt með okkur og DeepMind sem sagt gervigreindararmur Google og upphaflega stofnað og hann núna stjórnarformaður Demis Hassabis sem fékk Nóbelsverðlaun í efnafræði 23 fyrir bæri sem heitir AlphaFold sem nú ákveðin grunnur á öllum framþróun í læknavísindum bara nú á dögum sem mjög örar. En við Demis kynnumst eiginlega bara strax og ég flyt til London. Hann kemur sjálfur úr leikjabransanum og gervigreind og tölvuleikir hafa náttúrulega verið samtvinnuð á marga vegu, bæði náttúrulega leikir bara nota gervigreind til að láta það virka. Demis gerði mikið af því þegar maður bara kornungur, úlingur líka við. Og svo eru allir Nvidia-kaupandir búnir til að Nvidia sem að eitt í sínum fyrstu 20 árum að gera bara kaupa fyrir tölvunörda og við höfum bara mjög langt og farsælt samstarfi með Nvidia í þeirri mynd. En þegar að Demis stofnar DeepMind þá fer hann að nota tölvuleiki til að þjálfa gervigreind. Fer að láta gervigreind spila gamla svona leiki frá svona Atari tímanum. Svo fer hann að gera Go sem kínversk skák og mjög flókinn leikur búið að spila þann leik í 3000 ár. Miklu eldri en skák og miklu flóknari.
og þar býr hann til það sem kallast AlphaGo sem að veldur straumhvörfum í gervigreind þegar að það mikið mót í Kóreu sem að Suður-Kóreu búinn Lee Sedong sem að margir telja bestan í Go, þessari kínversku skák, reyndar ekki kínverjar en allir aðrir. Og AlphaGo gerir það sem heitir leikur 37 sem að ómannlegu leikur að það aldrei nokkurum dotti í huga að spila Go á þennan hátt og sá leikur alveg umturnast og á þann vegu að nú hafa aldrei fleiri spilað Go í 3000 ára sögu Go heldur en bara núna í dag, mikið tilhjóta þessu og menn alveg bara í stórum svona rannsóknum á hvað allt opnaðist upp í hvernig leikunum geti verið spilaður af því að bara við með okkar mannsheila höfum ekki ímyndunarafli að hugsa þetta svona. Ekki innan þessa borðs einu sinni? Ekki einu sinni innan þessa borðs. Og svo heldur þetta áfram, þeir gera annan leik, það leikur sem heitir StarCraft sem svona herrkænsku leikur og svo fara þeir náttúrulega, svo kemur þessi málslíkanabylting og allt svoleiðis. En á síðast árið þá hittust við demis á okkur í ráðstefnu í London og fórum nú að taka upp samtalið að gera það sem að geti kallað Alpha Eve. Og getur hugsað þér að AlphaGo var að taka þetta litla borð að þá, hvað væri endaleikurinn, hvað væri, eins og maður myndi segja í tölvuleikjamáli, sakaðu sletturnar, the ultimate boss og þá það EVE Online. Og það leikur sem tegir sig himinhvolfin öll? Já, það allur geimurinn undir, áratugir, engin endir, varst að spila við fólk og aðra gervigreindar og nú erum við bara að fara að gíra okkur upp í eitthvað bara í stríðum framtíð mannkyns á þessu sviði. Og hverju telur þetta muni komið til leiðar? Muni þetta leiða okkur fyrir sjónir nýja þekkingu eða þetta afþreyingar bundið einvörðungu? Sko, þetta aðalega sett á stopp til að búa til nýja þekkingu. Þetta rannsóknarsamstarf og það sem að allir hafa áhyggjur af í dag að því að nú gervigreindin stöðugt að koma fólki á óvart, hvað hún getur gert mikið. Núna bara síðustu mánuði hefur hún orðið mjög góð í að smjúga inn í alls konar tölvukerfi. Gervigreindin mjög góður hakkari, svona hugsaðu það einhverja, svona hugsaðu Matrix, fólk að svona með grænt ljós og eitthvað svona stemming. Gervigreindin bara besti hakkarinn og nú hún að smjúga inn allar hluti, glufur sem að enginn viss að væri til. Þannig að við erum alltaf að svona hafa eitthvað viðbrögð við því hvað gervigreindin að fara að gera og það vantar umhverfi til að hlaupa svona alveg nýjustu mótorhjólum lausum og sjá þau í einhvers konar svona boxi í gerviheimi þá? Í gerviheimi í rauninni og þá komum við hjá Fenris sterkinn, við erum náttúrulega búin að búa til gerviheim í áratugi og erum með 2 svona gerviheima sem náttúrulega EVE Online sem búin að vera í gangi núna í 23 ár. En svo erum við að byggja annan gerviheim sem heitir EVE Frontier sem svona framvarðasveitin, það sem hægt að gera villtari tilraunir. Nú erum við svona hægt og rólega að byggja það upp að gervigreindin sé fyrst sleppt lausri inn í þessu bóksi og þá sjáum við svona hvað hún getur bókstaflega og hvað eru svona duldir hæfileikar og þú þarft ákveðið mikið flækjustig, þú þarft ákveðið mikið svona vera meðal fólks, þannig þú þarft að hafa fólk, þú þarft að hafa aðra gervigreindir. Ófyrirsjáanleika? Já, þetta mjög ófyrirsjáanlegt oft og við erum byrjuð að prófa þetta og við erum líka að vinna með öðrum fyrirtækjum. Oft stillir maður marga svona, það sem kallast agentar á ensku en rosa gott íslenskt orð sem erindreki. Að við erum þá marga erindreka, það kannski að vinna saman og einum sagt að vera svikari og þá má sjá hvað gervigreindin getur í rauninni verið útsmogin. Og það mjög mikilvægt að það sé hægt að svona fylgjast með þessu brjótast fram og láta koma okkur á óvart í þá lokuðu bóksi frekar en að við þurfum að horfa á það bara í raunveruleikanum okkar þar sem að afleiðingar geta verið bara ekki góðar. Allt geti farið út böndunum. Já. Hver eru umsvif fyrirtækisins í dag? Þetta svo
magnaður heimur. Hvað eru þið mörg og í hversu mörgum löndum eru þið? Já, við erum 400, það eru 300 hér á Íslandi sem nú bara verið svona stærðin síðustu 15 ár, pluss mínus 10%. Svo erum við með skrifstofu í London, þar sem við erum að gera leik og svo erum við búin að vera með starfstöð í Shanghai síðustu 20 árin. Þannig að við erum á þeim 3 stöðum, svo erum við líka með fólk svona í annarkvort í einhverju óbundnu starfi eða lausamennsku eða vinna í gegnum tölvur út alla eyrir. Ég skynja það vöxtur framöndan. Já, bara eins og verið að segja áðan, ég held okkar besta vinna sé framöndan. Nú loksins eru við komin með einhverja græjur til að svona koma þessu fyrirbæri áfram sem ég kalla svona sýndarveruleika samfélag. Við erum náttúrulega búin að reka hagkerfi í online. Það sem myndin heitir ISK, Interstellar Credits, og var reist til minningar íslensk krónar, sem frekar enn. Sem enn lifir. Já, og þannig að bara reka þetta fyrirbæri, ég hef oft nota þetta svolítið eins og reka borg. Þetta meira eins og reka borg en að reka land, að þetta snýst rosa mikið það sem var í borgarrekstri kallað grunnþjónusta. Grunn- og nærþjónusta? Já, borgir eru oft bara rosa mikið, hvernig sótt ruslið, hvernig gengur lestakerfið, kannski ekki hér en svona heilt yfir. Ég er komin frá Tókíó, alveg ótrúlega hvernig svo risaborg bara getur gengið. Það eins og risastór tölvuleikur. Mjög stór tölvuleikur og myndi örugglega ganga enn betur hjá þeim eða væri með gervigreind sér við hlið. Og það mun örugglega gerast. Ég veist ekki að þeir séu þegar byrjaðir. Talandi raunheima frekar heldur en þessa mögnuðu gervi veröld í bestu merkingu þessu orð sem að þú ferð fyrir. Þá lagði þú orð í belg í liðinni viku á fundi hjá Áfram Ísland. Ég og svo margir aðrir vissum að þú værir mikill talsmaður þess að Ísland gengi í Evrópusambandið, hefur áður fyrr lagt orðið í belg með það með mjög ákveðnum hætti og þú komst mönnum að óvörum. Þú hefur gengið af trúnni. Já, ég veit ekki hvort þetta var trú. Ég fór nú að skoða þessa ræðu mína frá þingi 2014 og ég held að svona, þetta var nú aðalega ræðum íslensku krónuna. Það sem ég vildi nú bara hafa minnismerki hennar í online en ekki meðalvor. Og þetta var svona einhvers konar, þó að ég held ég hefði sagt að bókslega Evrópusambandið er kannski ekki cool en við getum þurft að þola það til að taka upp krónuna. Taka upp evruna. Já. Losa okkur við krónuna. Já, til að losna við krónuna. En síðan hefur bara mikið gerst, bæði hjá mér og hjá Íslandi og hjá Evrópusambandinu og við erum bara að tala allt annað mál í dag. Ræðan var merkileg meðal annars fyrir það hvernig hún stilti henni upp því að hún fól í raun í sér svona sjálfskoðun. Þú varst eiginlega berskjaldað þig frammi fyrir alþjóð. Getur útskýrt hvað það sem gerist þannig? Hvað það sem þú ferð að skoða og velta fyrir þér? Þegar þetta kemur upp að það ég kjósi í þessu, þá fór ég nú bara svona að pæla hvað myndi ég sjálfur kjósa og þá var það bara einhvern veginn augljóst að ég myndi kjósa nei fyrir mér. En ég þurfti bara að svona sáskoða sjálfa mig svolítið af hverju það væri svo. Og þessi ræða er nú bara einhvers konar niðurstaða af því. Þú lýsir það í þarna þegar þú flytur til Bretlands. Maður hefði einhvern veginn haldið að sá sem að flytur inn í auga stormsins þarna í miðju Brexit-ferlinu að hann myndi endanlega sannfærast að menn ætti að vera í Evrópusambandinu og okkur er talin trú það að Englendingar og Bretar séu sannfærður það í dag eftir allt sem gekk á í þeim aðstæðum. Já, það voru kannski nokkru hlutir hérna. Ég kem 6 vikum eftir að þessu yfirstaðið og það er allir svona frekar svona bara dofnir, myndi ég segja, fólk einhvern veginn. Ég held þetta hafa mörguleiti komið öllum á óvörum þarna. Sérstaklega fólki sem vildi vera áfram og jafnvel fólkinu líka sem vildi fara út. Ég held að á einhverjum tímapunkti var þetta nú bara orðin einhvers konar pólitísk keppni og ég held að svona síðasta sveiflan hvar þetta lendi hafa nú verið einhvers konar svona
sem aftur kallaði eitthvað svona populismi og svona það bættist ofan á, en maður sá strax að það var mikið óþol fyrir sko svona grunnóþol í öllum Bretum fyrir Evrópusambandinu og það var sérstaklega regluverkinu þó svo að fólk færi svona pent með það svona í þessum sárendum þarna eftir á. Og svo upplifði maður það oft, ég var mikið að ferðast með Bretum til Evrópu og það var alltaf því sko einelti hjá landamæravörðum í Evrópusambandslöndum þegar að Bretar voru að koma með sín vegabréf. Þeir voru komin út af þessum sameiginlega markaði? Já, þau voru bara úttúðað þeim sko, þetta vildu þið og eitthvað. Hérna. Og það var kannski meira bara innsinn í að þetta var alveg risamál að báða bóa og Evrópusambandið náttúrulega leggst hann sig gript í það að þetta skulle nú verða víti til varnar og það sem að náttúrulega verður að lokum Brexit mörgum árum seinna. Sko ég held að þetta taki nú alveg 4 ár að ganga frá þessum skiptum að það verður náttúrulega mjög hart þeir fara bara mjög hart út úr Evrópusambandinu. Veist, það er nú mörg Evrópulönd, ekki Evrópusambandinu, en hafa alls konar samninga við Evrópu. Grænland gott dæmi, Grænland náttúrulega gekkur Evrópusambandinu en er með alls konar samninga við Evrópusambandið og virðist lifa bara ágætlega með því. En Bretland endar þarna alveg mjög hart úti. Svo náttúrulega kemur COVID og allt þetta og svo náttúrulega bara vera þarna rúllandi lestarslys þegar kemur að hvernig þeim gengur að bara læra að vera land aftur. Já. Og ég held bara hreinlega á 47 ára veru í Evrópusambandinu að það bara fínt hæfileikurum til að vera land. Til að vera sjálfstæður og sjálf nægir varandi landamærin og annars. Já, og hver veit hvar það endar. En ég held að þessi aðgerð var bara mjög vond fyrir bæði Evrópusambandið og fyrir Bretland. Nema að þeir bara öðlist allt í einu hæfileika til að ráða við verkefnið. Ég held að það sé langt í það. En í því ljósi, af hverju ættum við ekki að tengja okkur inn á þetta? Þurfum við að búa yfir hæfileikanum til þess að vera sjálfstætt land? Sko, það er nú kannski umdeilt hvort við hafið þann hæfileika. Við erum náttúrulega nýtt land að mörgu leyti, svona í eðleiru sögu landa, ekki orðið 100 ára að þetta fullgert. Sem lýðveldi, já. Já, þó kannski sem fullveldi erum við búin að vera þarna rúmi 100 ár. En ef það gengur vel, þó gangi ekki allt vel, þá held ég að það hefist enginn utan Íslands við það að Ísland ráði vel við þetta verkefni. Og allavega þegar maður situr hann á Bretlandi og ber saman, þá gengur auðvitað miklu betri á Íslandi heldur en á Bretlandi að vera sjálfstætt þjóð. Þannig að ég held að kannski færi ykkur rauk fyrir því að við kunnum það betur en heimsveldi Bretland með að við svona bara hefum að bera saman síðust 10 ár. Þannig að það var kannski eitt sem stóð upp úr að ég held að, og það er nú oft svona verið í einhverju svona rosalega tæknilegri umræðu sko, erum við bara að gera samning að því að við getum sagt honum upp og farið út og eitthvað svoleiðis. Bara eins og Grænland gerði, 8. áratugnum og Færeyjar fóru nú aldrei inn, áhugavert sett upp á þessum eyjum utan svona evrópsku heimsálfuna. Þá er nú ekki mikið eyjum sem er í Evrópusambandinu. En allavega ég er að missa þráðinn, hvað verður hún að segja? Það lítur að stöðu Íslands. Hvað er það sem Já, ég var að koma þangað, sko. Ef maður fer inn, þá heldur sér nokkuð ljóst, við verum ekki út aftur. Þannig að afturkræfni ákvörðunar, þó hún sé lagteknilega möguleg, samkvæmt einhverjum þjóðréttartúlkunum og öðru slíku, þá held ég að sko praktískt séð, ef við förum inn, þá förum við ekki út. Aldrei aftur snúið? Miðað við þessa reynslu Breta og hafa hort á það með stúkusæti og það. Og ef að Ísland gengur inn, tekur upp evru, sem að mér veist nú oft ekki mikið rætt hvað í rauninu mun taka langan tíma. Ég var að stúdera mikið þessa greiningu Jóns Danielssonar að það geti verið í fyrsta lagi 2042, sem að ég held að sé töluvert lengra en fólk er nú oft í samtalinu.
Ég sendi nú alveg margar gervigreindir í að svitna yfir því að skoða hans greiningu og gera alls konar áætlanir. Og það bara mjög stór ytri rammi, sko, þar sem að við erum að einhvern veginn að þvælast í ERM2 að lækka gengi krónunar, fá vélenda bakflæði út af innflutningi og rýkur upp verðbólga og svo vextir og það er alveg bara svona sagarblað sem getur alveg farið bara 2055 í vestamáli. En allavega við erum komin allar því þangað. Ég sé ekki hvernig það er afturkræft ef við erum komin á þann stað. Og eins og ég var að taka fram í ræðunni að ég held við munum jafnvel bara ekki vilja það. Við þurfum bara að venjast þessu, hægt að skilja hvar við byrjum að endum. Við verðum svona eins og einhvers konar froskur í heitum potti eða þoskur og einhvern tímann erum við bara búin að vera að malla þetta nógu mikið að okkur verður ekkert tjasla saman aftur. Bara leysumst upp sem land? Bara svona þessi hugmynd, hún smá saman bara svona blandast inn í einhverja svona sameiginlega upplifun sem er þróast á þeim tíma. Sem ég held að svona hafi einhverju leyti komið Bretum á óvart. Hvað í rauninni þeir voru komið sko mikið inn í Evrópusambandið, hvað alla praktík varðar. En fyrir Ísland, út frá tækifærum, rekstri fyrirtækja, nú er talað evruna, það er talað nýsköpun, maður heyrir menn eins og Vilhjálmur Þorsteinsson og fleiri segja við verðum að fara inn í Evrópusambandið til þess að tryggja nýsköpun. Hvernig blasir það við þér? Þið eru reyndar ekki með starfsstöð í Evrópusambandinu lengur, en þú hefur væntanlega einhverja innsýn inn í það. Sko, maður getur kannski hort á bara svona hvernig Evrópu gengur með það. Ég hef ekki fyrstu handa reynslu af því annað en við þurfum náttúrulega bara taka voða mikið tillit til evrópska regluverksins annarkvort í gegnum það að vera með starfsstöð á Íslandi eða höfuðstöður á Íslandi og mikið af þessu lokum kemur til Íslands í gegnum EES eða við erum með viðskiptavin í Evrópu og þá þarf maður að taka tillit á þann veginn. Og maður hefur einhverja reynslu af því og svo náttúrulega störfum við mikið í Kína, náttúrulega með starfsstöð þar og erum búin að vera með ímanlæn í rekstri þar í alls konar samstarfi síðustu 20 árin og svo störfum við mikið í Bandaríkjunum, mikið af fjárfestingum í því sem við höfum að gera hefur komið frá Bandaríkjunum, mikið af gervigreindartækni og öðru sem við notað eins og við erum að vinna með fyrirtækjum eins og Nvidia, öll þessi fyrirtæki í Bandaríkjunum. Þannig að maður hefur svona ákveðna innsýn í að bera saman Evrópu, Bandaríkin og Kína. Og svo hefur náttúrulega Evrópa sjálf sko gert svona ítarlega ástandsskoðun á sjálfu sér. Þannig oft verið að líka þessu svolítið við eitthvað svona fyrirtækjakaup. Þannig oft sé menn svona láta þetta líta út sem þetta sé eitthvað svona samruna samningur í einhverjum fyrirtækjaviðskiptum og og það er náttúrulega með allar samlengingar, það er ekki fullkomnar, maður kannski alveg nýta þar, en ef maður nýtir hana, að þá er nú oft þannig að þegar maður kaupir eða selur fyrirtæki þá gerir maður áreiðanleikakönnun og hefur það í gagnaherbyggi þar sem maður getur lesið allt hvað er að. Og það vill þannig til að Evrópusambandið er bara búið að gera áreiðanleikakönnun sjálft sig þegar það kemur á nýsköpun. Og það er Mario Draghi sem er þarna innsti koppur í búri sem gerir það. Var lengi í smíðum, kom út fyrir 2 árum. Ég sá þetta strax og Van der Leyen var að kynna hann til og hann hélt ræðuna þetta þegar hún var svona formlega gefin út. Rakst á þessu bara á okkur undarlegu brási á internetinu, þannig að ég bara sá þetta í beinu streymi og ég var bara svo hissa þegar ég sá þetta fyrst, þau bara vita þetta allt. Viðurkenna bara hvert á? Já, ekki bara viðurkenna þessu náttúrulega fullileiti virðingarvert en mér kom það svo hressilega óvart að þau vissi það að þau voru að gera þetta vitandi sjálfskaða sig svona með þessu endalausu reglusetningu. En allavega hann er náttúrulega búin að taka þetta mjög vel saman og einhverju leiti var mín ræða, Evrópuparturinn minni ræði bara tekin upp úr hans skýrslu með svona smá krúsidúlum sem hafa síðan bæst við og náttúrulega margir búin að pæla mikið í þessu og það er bara mikið verk að vinna að þau komist aftur á stað
með verðmætasköpun og nýsköpun í sambandinu. Vissulega á hún sér stað í sambandinu, þannig að stórt, 450 milljón manns. Það alveg svæði þarna sem að gera gott mót. Eistland, mikið spennandi, staðið sem mjög vel, Svíþjóð, mjög hátt á blaði, náttúrulega alltaf því merkilegasta fyrirtæki í heiminum, ASML, sem hollenskt fyrirtæki, kemur uppalega út úr Philips og mikið af svona þeim undrafyrirtækjum sem koma út úr Philips og þarna á Hollandsvæðinu öllu. Þannig að það alveg partar sem að þrífast þrátt fyrir Evrópusambandið, myndi ég segja. Það nú margir svo brattir í þessu að ekki einu svona Evrópusambandið stoppar á. En Guðmund almáttugur hvað hafa skemmt mikið fyrir sér af sínu eigin mati samkvæmt þessari skýrslu með því hvernig þau hafa hagað málum. Og það sést kannski hvað best að þegar við sækjum í Evrópusambandið upphaflega, þá Evrópusambandið stærsta hagkerfi í heimi. Nú það minna en Bandaríkin, það minna en Kína, einhvern tíma verður það minna en Indland og Suður-Ameríka, hvað verður næst? En það að því gefnu að þeir snú ekki við blaðinu. Finnst þér ekkert benda til þess að menn sé að hlusta það sem Draghi sagði og séu að vakna upp við vondan draum? Sko, þarna kemur inn kannski eins og ég var líka að lýsa með sko Evrópusambandinu. Það til svona verkfæri sem heitir kínversk fingragildra. Það þannig að þú getur ítt puttunum lengri inn og nær honum aldrei út. Og það einhvern veginn þannig að eina leiðin að ímyndunarafli Evrópusambandsins til þess að taka á þessu bara að þjappa fólki meira saman og einfalda ákvarðanatöku. Öðruvísi leysir ekki úr svona flækjum. Það erfitt að hafa þarna 27, 28, 29 lönd eftir hvernig þetta mun þróast. Að vera sammála sko hvaða reglur eiga að taka úr sambandi og einfalda regluverk og annað slíkt. Það ekki myndi bara hér á Íslandi. Við erum oft mjög duglega að flækja fyrir okkur hlutina með alls konar reglusetningu og gullúðun og öðru slíku. Við ráðum bara frekar illa, pínulítið land, að vinda ofan þessu. Getur rétt ímyndað að fá 450 milljón manns og 27 pluss þjóðir að vera sammála hvað nú að taka úr sambandi. Og þannig að Draghi leggur það mjög hart til að bara meiri samþættingu minnka lýðræði í rauninni til þess að vinda ofan á þessu. Vegna þess að ákvarðanaferli séu flókið að meðan það lýðræðslega. Já, í rauninni. Lýðræði bara rosa flókið mál þegar kemur á svona málum. Það sem þarf að taka svolítið ákvarðanir og skera niður eitthvað flækjustig. Þá náttúrulega koma allir til og segja já en, hvað ef. Af því það náttúrulega þannig með alla þessa reglusetningu, hún er fallega hugsuð. Fólk að tilgangurinn góður með öllri þessari reglusetningu og tilgangurinn oft að berjast við að þeirra mati amerísk stórfyrirtæki og amerísk stórfyrirtæki eru mjög bara yfirgrifsmikill og utanliggjandi allt mannkynið nema í Kína. Og full ástæða til að tjónka eitthvað við það, það má alveg halda sumið þarna á sínum stað. En fyrir vikið að því þeir eru að ná í skottið á þeim, þá verður þetta svo ítarlegt að ruðningsáhrifin bara riðja öllu öðru vegi. Því að nú vinn ég mikið með Google, sko þeirra mannskapur í að finna út úr hvernig á að vinna með öllum sem reglur alveg mjög stór. Það hermanna til þess. Það myndi fylla Eilsöllina. Getur ímyndaðir allt ykkur amerískir doktorar í lögum og tækni og ég veit ekki heimspeki að takast á við reglur Evrópusambandið og svo ertu kannski með bara eitthvað lítið startup í Portugal sem ætlar að reyna að finna út úr því hvernig GDPR virkar og fyrir vikið þá náttúrulega bara svona sprotarnir ná aldrei á eitthvað skrið ef þeir gera það og ef þeir ná þessum einhyrningastatus sem að ná svona $1 billion í
verðgildi að þá oftar en ekki flytja fyrirtækin út og þá yfirleitt til Bandaríkjanna. Færa sig út úr þessu kerfi. Já, af því að það bara tekur miklu orku. Ég þarf að næstu því díla við það í hverju viku. Það sem kemur eitthvað upp, tengt einhverjum reglum Evrópusambandsins og yfirleitt ekki neitt eitthvað tiltökumál þannig. Mikið af þessu bara nokkurn veginn common sense. En þetta orka sem fer þá í óþarfa? Já, fyrir óþarfa og líka bara orkan einhvern veginn nær bara ekki upp úr þessu svona kæfandi svona faðmlagi regluverksins. Myndi þá aðelda Evrópusambandinu að þínum að draga úr möguleikum okkar til vaxtar, til verðmætasköpunar? Sko, nú myndi margir segja að mikið af þessu kemur bara í gegnum EES og það væri betra að hafa svo kallað sæti við borðið frekar en að taka þetta í gegnum EES. Og ég held nú að það myndi kannski ekki gera mikið þetta 0,1 sæti við borðið þegar kemur að svona málum. Veist, það þarf mikið lobbyista power til að bara útskýra fyrir fólki hvað það að gera. Veist, oft þegar fólk að setja lög í góðum tilgangi þá náttúrulega talar það svolítið mikið tilgangin að það sé að gera persónuvernd og vernda ungt fólk og allt það og að allt samtala að það sé þau eru síðan að gera hafi svona óvæntar afleiðingar sem að skaða þó bara eitthvað allt annað. Þetta samtal oft mjög flókið og ég veit ekki örfáir Íslendingar hvort að við bætum eitthvað við það samtal. Það sem að gerist eitthvað leiti gegnum EES að bæði höfum við einhvers konar 2 ár til þess að taka þetta upp og það hefur nú oft komið sér vel. Það kemur sér til dæmis mjög vel núna með gervigreindar löggjöf Evrópusambandsins sem og hér gott að átta sig á hvernig þetta fólk hugsar. Þau byrja að semja löggjöfina áður en ChatGPT kemur út. Það sem að í rauninni bara byltingin byrjar. Þau mikið af þessu löggjöf búið að skrifa áður en það kemur út og það datt engum í huga. ChatGPT til og þessi language models svona stór. Þannig að löggjöfin bara rosalega óheppilega svona vinkluð inn í það sem síðan gerðist. Hún ekki sniðin að veruleikanum þá? Bara ekki sniðin að þessum veruleika, bara sniðin að einhverjum sýndaveruleika. Þetta bara einhver gerfi veröld sem einhverjir bírókratar í Evrópu bjuggu til hvernig gervigreindin gæti verið, mögulega verið. Og nú sennilega ekki bestu mennindi til að meta það. Nei, hún bara mjög svona það mikil vísindaskáldskapur í henni Þeir eru með alls konar eitthvað mat á hættugreiningu, mismunandi gervigreind, stórpartar af þessu löggjöf að flokka gervigreind í hættulega, ekki svo mjög hættulega og eitthvað svona, þetta bara eitthvað, veist, þetta bara mikið ekkert sens. Allavega hvernig svona tímalínan hefur spilast út og að spilast út. Og þeir koma þarna inn eftir að ASML, sem þeirra merkilegasta fyrirtæki, og Mistral, sem áttu nú séns í að vera það sem kallar Frontier Lab, búin að glutra því niður, líklega bara vegna þess að þeim skortir fjárfestingu til að gera þetta. Þetta dýr útgerð að standa í gervigreind. Hvernig fyrirtæki það? Það franskt fyrirtæki sem var að gera eitt af módelunum, þetta kallað módel, það semst Gemini frá Google, það Claude frá Anthropic og það ChatGPT, eða það sem meira að fara að kalla þetta Soul og annars slíkt frá OpenAI. Þannig að fólk gefur þessi nöfn og Mistral var eitt af þessum módelum. Kemur frá Fraklandi og bara leit vel út á einhverju tímalínu. Síðan náttúrulega fjárfest ansi hressilega í þessu. Og það kannski annar punktur sem kemur úr ræðunum minni að fólk veigrar sér mjög að fjárfesta í fyrirtækjum í Evrópu. Þannig að einhverju nemi. Þú ert farin að fjárfesta í mörgum biljónum. Þá gerir það eiginlega enginn, ekki Evrópumenn sjálfir. Þeir frekar senda peningana til Bandaríkjanna, bara eins og okkar íslensku lífeyrissjóðir gera. Þannig að þeir svona missa flugið út af því bara að þeir ná ekki að byggja sig upp til að geta
farið á svona hækkandi og hækkandi kröfur kostnað fyrir hvert það sem kallað svona þjálfunarskref. En allavega Mistral og ASML alveg bara henda hérna bara upp hangklæðinu og rauðaflagginu og öllu sem hægt að henda upp í loft. Og úrverður og Omnibus sem svona einhver neyðarplástur á þessa löggjöf. Og ég veit ekki hvort það verður Omnibus númer 2, hvað alltaf að gera. Eða hérna, ég meina við Draghi þar næstu bara skrifa einhverja aðra skýrslu, því að hans skýrsla að mörgu leyti líka úreldast mjög hratt, sko. Þetta bara að gerast frá hratt. En við erum ekki búin að taka upp gervigreindalöggjöfina, sko, enn sem komið Ég held hún eigi að fara fyrir þing núna í haust. Við erum þá allavega búin að fá löggjöfina með neðaplásturunum í staðan fyrir að innleiða, sko, óplástruðu löggjöfina og fara svo að plástra okkar einn gullhúðun ofan á gullhúðaðan plástur og veist, ég get vel séð fyrir og við getum gengið frá því að það engin gervigreindarstarfsemi á Íslandi og við þurftum bara að færa okkar brölt á því sviði bara til Bretlands. Þetta bara algjört rugl? Já, þetta algjört rugl. Vel meint samt. Þeim gengur ekki illt til. En þau Við erum til glötunar, varðaður góðum fyrirmyndum? Já, þau að mínum hægt á leiðin til glötunar og bara vonandi sjá þau að sér og munu laga þetta til. Ég held að við ættum bara að halda áfram á okkar stórkostlegu vegferð meðan þau á því og svo bara hittust við þegar við erum öll á betri stað. Einhvern tímann? Þá kannski skipti ég aftur skoðun eftir einhvern áratug. Það má líka? Já, maður verður bara að taka stöðumatið eins og það Eitt af því sem þú nefnir í ræðinu sem eitt á stóru álitamálunum með atvinnum sem fólk að takast á það að segja, af hverju ekki bara kíkja í pakkan og menn segja að það kostar ekki neitt. Af hverju ekki að fá einhvers konar samning á borðið og það þetta mikið rugl í gangi og það hvað slíkur samningur muni innihalda, en af hverju ert þú ekki tilbúin til þess sem vísir maður úr alþjóðaviðskiptum annað? Eiga menn ekki alltaf að skoða alla möguleika eins og tönnlast á? Sko, ef maður lærir eitthvað á mörgum árum og áratugum í þessu brölti, þá lærir maður það að athygli skiptir máli. Þú hefur bara svo mikla athygli á öllum stigum fyrirtækisins og það sem þú sýnir athygli, það vex, það sem þú sýnir ekki athygli, það dofnar. Og þetta ofta á ensku kallað fókus og ég held að fólk skilji það, en mér finnst íslenska orðið athygli, því það svona sambland af attention og fókus. Athyglisbrestur rosa gott orð. Ég held að allir Íslendingar séu með svona einhvers konar athyglisbrest. Börnin mín hafa allavega sálgreitt mig þannig oft að ég sé með einhvers konar athyglisbrest og það svona ákveðin ofurkraftur sem fylgir því líka að því sem þú getur haft ofurathygli á eitthvað og þá gengur það ennþá betur. Þannig að athygli rosa verðmæt. Hún miklu verðmætari heldur en allur annar kostnaður. Og fólk ofta að reikna hvað þetta kostar mikið og einhverju milljarðar sem beinn kostnaður af því, en athyglin lang verðmætastur. Við erum með tiltölulega litla stjórnsýslu og því sem hún sýnir athygli mun virkilega hafa mjög mikil áhrif á Ísland. Núna erum við á svakalegu ferðalagi með hugverkaiðnaðinn. Hugverkaiðnaðurinn var í rauninni svona formgerður sem einhvers konar svona fyrirbæri mars 2016. Þá komu við nokkur á máli þarna inn í samtökum iðnaðarins og við bjökum til þetta fyrirbæri. Ég var áður búin að stofna hann að leikja samtök, ég opnaði að vera stjórnarformaður upplýsingatækni sviðs og annað slíkt, taka mikið þátt í þessu. Þetta var svona upp úr þessari ræðu minni 2014. Þá var það svona, jæja, þá erum maður bara að ganga til þessu þetta fólkurinn að finna út úr þessu, fyrst að þau ætla ekki að fara að taka upp evru eins og ég var að gagnrýna þarna 2014. Og þá fór ég bara að sinna þessu miklu betur og búin að vera kynna með bara mikið hvernig allt kerfið virkar og hvernig má koma þessu að. Og við komum þarna nokkuð saman og stofnum hugverkaráð og það var svona aðalega að reyna að ná betur utan um þetta Össur, Marel, CCP, svona
alltaf því orðskrípi sem var búið til alla nýsköpun á Íslandi, þetta voru kannski bara 3 fyrirtæki allan hugum fólks og hvernig myndi það rammast inn, hvað líkindi með öllum þessum 3 fyrirtækjum og það eru hugverk að ef þú tekur í sundur framleiðslulínu frá Marel þá stáliðinni ekki eins verðmætt og það bara hvernig hún sett saman og gervigreindin í tölvusjóninni og skurðvélarnar með háþrýsti sprautunum og þetta eru algjör undur og saman náttúrulega með gervilimi frá Össuri. Þetta eru fyrirtæki bara gjörsamlega ótrúlega fyrirtæki. Allavega, þarna voru við með 3 og við förum að ramma þetta inn og förum að finna út alla ísatt skilgreiningar í Hafstofunni. Við vorum til dæmis vitlaust skráð. CCP var skráð með skífunni af því að voru spil og svona borðspil og eitthvað svoleiðis og það var verið að leiðrétta það og ramma þetta inn og eitthvað svona og svo fórum við að svona halda utan um þetta og Hagstofan hefur orðið betri og Seðlabankinn og svona mikið svona menningarumskipti held ég bæði í samtökum eins í stjórnkerfinu öllu meiri skilningur vex og nú það þannig komið að útflutning hugverka frá Íslandi voru 369 milljarðar á síðasta ári. Það meira en við fluttum út af sjávarfangi. Það meira milljarður á dag? Já, en pældi í bara hugmyndinni að við erum að fletja meira af hugverkum heldur en sjávarfangi og það meira sér eftir að Kerecis búin að hækka útlendingisverðmæti sjávarfangs tölvört mikið, ég held að sé 13%. Bara með nýsköpun, pælti því, það verður með nýsköpun allstaðar. Og ef maður bara dregur línuna áfram, þá erum við líklega orðin á þeim stað að hugverk eru stærsta útflutningsgrein Íslands. Og það er oft áhugavert að hugsa sögu Íslands, að því að ykkur leyti vorum við að framleiða hugverk bara með að skrifa Íslendingasögunar og ef maður les eddurnar og Snorrakringlu og allt það, þegar ég les það þá finnst maður bara að vera leikjahönnuður þannig að tala Loka og sögurnar á Loka og hvernig hann breytist og maður getur alltaf því bara séð svona ef þetta væri sem við kallum hlutverkaspil í nútímanum, maður getur alveg dregið bara línuna til mikið sem Snorri var að skrifa en hann var kannski fyrsti leikjahönnuður Íslands en allavega Íslendingar hafa búið til hugverk þetta lengi við höfum verið að selja norðurljósin sem eru svona ferðamanniðinaðurinn og svo höfum við verið að veiða fisk og selja og það hefur sér komin aftur í rætunar að nú bara hugverkaframleiðslan sem við getum tekt aftur í að Snorri var að skrifa þetta niður í lauginni í Reykholti. Já, komin núna í að vera stærsta útlendisgreinin okkar og þetta bara einstakt ég segi ekki heimsögunni, ég get það fróður mann alla en ég myndi giska að það væri fullvert að skoða það og nú ég búin að vera þarna í vísinda- og tækniráði vísinda- og nýsköpunarráði og við erum mikið búin að skrafa þar og þeim vettfangi hvernig við getum svona rammað þetta betur inn, stutt betur við þetta náttúrulega mikið í kringum menntakerfið stórt átak sem að taka þar svo það Robert Jahn sem býr nú þarna nálagt ASML í Hollandi algjört gæðablóð að bara gefa hann bara fálkaorðu bara strax hann fer þarna í atvinnuskýrslu atvinnustefnu nefndina og það verður svona bara svona fallegu linkur í gegnum hann inn í allt það og mér finnst það bara mjög góður rammi báðir þessir rammar sem búið að setja á stað og það eru aðgerðaráætlanir á bak við þetta og það hægt að bara fara að bretta upp ermar og gangi í verkið til þess að bæði tryggja að þetta verði okkar stærsta útlendingisgrein með öllu því góða sem kemur þar niður. Þetta er fyrirtæki sem nota lítið að umhverfi og eru slíku, borga há laun, mikil menntun og það getur svona, hvað við segja, dregið vagnin á öllu því sem við viljum byggja upp sem eftir fylgir. Ég vil bara fara einhanda mér í það. Munum við ekki geta það ef við verðum í þessu aðildarferli? Þarna athyglisbresturinn. Þetta mun bara gerast með hálfri hendi sem eiginlega bara að gera ekki neitt.
Þetta þarf alla athygli. Ef við viljum ná heims árangri og ekki falla niður alla lista eins og Evrópa. Ég held að við munum hjálpa Evrópusambandinu betur með að bara sitja þar fyrir utan, gangi þetta mál með ofurathygli, ná okkur á þennan stað og svo getur bara Draghi komið hér. Bara, hvernig fór þið að þessu? Já, við gerum bara svona, gerið þið bara þannig. Svo eftir 10 ár skulum við sjást, þá kannski gengur þetta upp. Eitt af lokum, gjaldmiðillinn. Þú hefur verið að reka fyrirtæki og verður þú ekki sakaður að hafa skilið íslensku krónu því að þú gerir ekki upp í ISK, þú gerir það í gerviheimum. Er hægt að byggja upp fyrirtæki og verðmæti á Íslandi á grundvelli gjaldmiðils sem menn kalla krónuna? Sko, það nú hef ég að mörgu leyti aldrei rekið fyrirtæki á Íslandi eins og fólk skilur það. Fólk náttúrulega skilur rosa mikið íslenskt atvinnulíf eins og það einhver fyrirtæki sem einhvern veginn að okra á Íslendingum. Það kemur rosa oft upp í umræðina og mikið umræðin einhvern veginn að gera svona atvinnulífið eitthvað vondakallinum í öllu. Og mér leiðist þetta samtal mjög mikið. Það sem vera að gera atvinnulífa eitthvað svona vondum hlut. Það bara að tala að hér sé fákeppni og menn vilji bara hafa það þannig og það sé megin ástæðu þess að menn vilji ekki gangi að Evrópusambandið þannig að það sé hægt að halda áfram að svína á almenningi. Ég meina, það nú bara margt misjafni sauður í mörgum fjö. Það geta alveg verið ykkur þannig, ég vil ekki segja það. En, ég meina, heilt yfir atvinnulíf til að búi til verðmæti og hagvöxt og allir hafi það betur. Þetta túrbínan sem knýr allt áfram. Ef við hefðum ekkert atvinnulíf þá værum við og lítið með hér nema bara einhver verstöð til að veiða fisk og senda eitthvað annað. Þetta gerist í gegnum atvinnulífið og allan þegar kemur að því atvinnulífi sem í útflutningi, þá er náttúrulega augljóslega ekki okkur á Íslendingum. Ég held að við séum með 1000 manns á Íslandi sem borga áskrift af hjónulega. Við erum í rauninni bara að flytja inn peninga inn í hagkerfið. Og það vill hann til að við horfum bara á uppgjör CCP, þá það náttúrulega mest í erlendi mynd, aðalega í dollarum. Tekjurnar. Já, því tekjurnar eru þar. Mikið af kostnaðunum þar, öll markastarfsemi, kaupa tölvur og byggja gagnaver og allt þetta. Þetta allt fyrir utan Ísland. Svo vissulega borgum við, stór partur af kostnaðunum eru laun á Íslandi. Þá förum við með gjaldeyrin okkar í Seðlabankann og hann fer í gjaldeyrisforðan og við tökum krónur á móti og borgum fólkinu og svo erum við alltaf gaman að því að horfa á það að því við borgum líka skattinn fyrir fólkið. Ég meina oft vilja hafa bara þannig að fólki borgaði skattinn sinn sjálft, þannig að geti bara séðan. Hversu rosalega skatt þetta Já, það þarf enginn að gera neitt eftir staðgreiðslan kemur inn, en allavega það ykkur útúr. Og þá fórum við að hafa bara bókhaldið okkar í mælt í dollarum. Við gerum það 2005, því að við erum aðalega bara að sýsla með dollara. Krónur númer 2, líklega evrur, mögulega pund næst, eitthvað að kínverskum peningum. Þannig að þetta bara eitthvað svona myntsúpa sem við vinnum með. Og þá þarf maður einhvern veginn að mæla súpuna og svona hitastigið á súpunni. Og þá hvort maður noti Fahrenheit eða Celsius eða Kelvin til að hafa hitamælin á, það breytir ekkert niðurstöðu súpunar. Þetta bara til að gera hana læsilega. Og að mörgu leyti fórum við að skila okkar reikningum með leyfi Seðlabankans, að skrifa þá í dollarum. En það þýðir ekkert að við sem búin að yfirgefa krónuna. Þið eru jafn mikið að sýsla með krónu. Alveg jafn mikið, það bara minkaði bara náttúrulega bara ekki neitt. Og það á nákvæmlega við þessi fyrirtæki sem eru sökuð að hafa einhvern veginn komið sér út úr þessu kerfi. Já, en svona þetta náttúrulega bara allstaðar. Þú getur bara verið í útlendingi í Kína og þá áttu dollara. Það reyndar mjög flókið mál þar. Þau eru með annað kerfi. Við erum með svona opið hagkerfi og viljum halda þetta þínu, þannig að við bara megum gera þetta svona. Þá þetta miklu meira bara læsileika reikningana. Og því að við vorum náttúrulega mikið að tala við erlenda fjárfesta að þá viljum maður náttúrulega sýna þeim tölur sem þeir skilja. Og þá varpar maður bókhaldinu yfir í dollara og gerir upp í dollarum. En maður hefur ekki yfirgefið krónuna, það alveg jafn mikið á krónum. Nýsköpunarfyrirtæki heilt yfir eru ekki með skuldir, þau eru yfirleitt
fjármögnuð í gegnum hlutafé af því að það vill engin lána sprotafyrirtækjum, líkur á árangri eru bara svo litlar, bankinn sér enga leið til að nokkuð tíma að fá peningarna tilbaka, þannig að það sem fjárfestar vanlega gera þeir veði á 10 fyrirtæki, líklega 1 virkar, það borgar fyrir restina. Þannig að sko skuldir eru oft ekki bara, og skuldir og vextir eru kannski ekki stór jafna af því að fólk aðalega að selja hlutafé en ekki skuldabréf eða taka lán. Þannig að þessna verður þessi umræða oft svolítið svona villandi þegar kemur að sprotafyrirtækjum, nýsköpun og öðru slíku. Vissulega er vandamál ef að íslenska krónan síðan að sveiflast mikið í gengi og það var nú það sem ræða mín fjallaði hún fór yfir bara mitt líf og hvað var gengið á hverjum tíma fyrir sig. 2014 ræða? Já, það sem ég byrjaði þegar ég keypti mér Sinclair Spectrum og svo lentum við ansi illa í því litlu bankabólunni 2005. Það kom alveg í bakið okkur og svo náttúrulega kemur hrunið og það í rauninni var gott fyrir okkur. Þá fyrir reyndar að borga öllum í evrum, prófum það, borguðum starfsfólki CCP á þeim tíma í evrum í nokkur ár. Það var ekki gott sett upp fyrir neitt, þannig að við skiptum nú aftur yfir. Þannig að, en núna, síðustu 10-15 ár hefur gengi íslensku krónunar verið stöðugt. Mjög stöðugt. Meira stöðugt en evran, ef maður horfir til dollar, sem nú svona yfirleitt það sem fólk notar í alþjóða viðskiptum. Það miða allir bara við dollara, með að segja, Evrópumenn. Nema þeir séu bara í heimabrúki og þá getur maður ekki að vera kvart yfir því. Vissulega er þetta verðbólgudraugurinn og vaxta meðali við verðbólgudraugnum hér alltaf drepa okkur núna. Ég hef bara mikla hluttekningu yfir því. En ég vil meina að við sýnum því nú athygli, nýtum okkur það að hér eru við með nýja stoð í hagkerfinu sem hefur vaxið þétt og örugglega. Þetta ekki bóla, þetta ekki mögulega þetta bóla, þó þetta risastórt, en þetta alls ekki þar. Þetta hefur bara verið mikið að harðri vinnu til að koma þetta í sæti 2. Þetta hefur verið stærsta stöðin á Íslandi núna 2030. Nýtum það síðan til að ennþá frekar tryggja gengi krónunar og það sem við höfum þá ennþá meira borð fyrir báru að kveða verðbólgudrauginn í kútinn eitt skipti fyrir öll. Af því ef við gátum hitt, að því 2014 þegar ég var að tala þetta, aldrei í lífinu hefði ég trúið því að íslensku krónan, gengi hennar, væri bara leyst mál. Og það vita það allir sem hafa skoðað þetta gerist ekki óvart. Það er mikið af vinnu sem fer í að vinna upp gjaldeyrisforðann. Það bæði að einhverju leyti fjármagn í ríkissjóð sem fólk horfum mikið á, og einhverju leyti eru vaxtamunaviðskipti þar á móti. Það ekki alveg alltaf rétt að horfa á þetta bara sem kostnað. Þýski Seðlabankinn á mikið af gulli. Ég held hann sé ekkert að voða mikið eitthvað að reikna mögulega fórn og kostnaðu vöxtum af gullinu í bankanum. Ég ekki að segja að bandaríski dollarn sé alveg gull, en mikið á þessu náttúrulega í dollarum. Og það búið að vinna mikið í þessu stöðuleika framveg, byggja upp forðan. Við lífeyrissjóðakerfið núna 40% eru erlendaregnir. Gjaldeyrisstaða íslensku samstæðurinnar, þú horfir á allt, í plús. Sjóðabúsins, 500 milljarðar. Já, í gjaldeyri, sem að við erum bara eitt af örfáum löndum sem í þeirri stöðu og við getum komist ennþá betur í þá stöðu. Við getum bara verið á róli við Noreg. Lífeyrissjóðakerfið við okkar nú þegar ekkert langt frá því að vera eins og olíusjóður Noregs. Og það eitthvað sem við getum líka nýtt. Ég meina núna sendum við eiginlega alla þá peninga sem við fjárfestum erlendis að fjárfesta í nýsköpun í Bandaríkjunum. Og ég held að við ættum kannski að taka bara smá af því. Það er ekki verið mikið. Við erum að senda næstu í 40% til Bandaríkjana. Við tekjum bara 1% af þeim 40 og settum í aðeins svona innanlands. Byggja upp ennþá betri menningu fyrir að skilja hvernig maður stendur í nýsköpun og hugverkaframleiðslu og öðru slíku. Þetta þarf bara allra athygli stjórnvalda og mér finnst þetta Evrópupakkatal vera bara algjörlega að drepa málum á dreif. Þetta skiptir ekki svona miklu máli en þetta mun taka rosalega athygli. Ég var nú bara að hlusta á Kristrúnu Frostadóttur í Chess After Dark
hún sagði bókstaflega setninguna og ég bara hlustaði eftir því. Það brjálæðislega flókið að sækja í Evrópusambandinu. Bara. Brjálæðislega flókið. Það brjálæðislega flókið. Ég held að þeir sem voru hérna og tóku þátt í því síðast, það bara brjálæðislega flókið. Og ef við förum inn í það ferli með svona næman eitthvað, veist, þjóðin einhvern veginn alveg ekki búin að ákveða sig á neitt hátt. Ok, það kannski búin til eitthvað scenario, 49% segir hart nei, 51% segir kíkjum í pakkan, sem að þegar ég tala við það fólk nú aðalega bara, ég nenni ekki að díla við þetta núna, ég bara að díla við þetta seinna. Nennir ekki að setja fókus. Já, nennir ekki að setja fókus, það var bara í sumafrí. Þegar maður horfir á það, horfir á þingið, horfir á atvinnulífið, horfir á helstu fólk, horfir á verkalýðsfélagsins, við erum að fara í þessa vegferð, missum þetta athygli á málum sem að mínum þetta miklu mikilvægari, komin svo að lokum eftir 2-3 ár eða ég veit ekki eftir hvað marga kosningar. Það getur mögulega verið núna kosning, önnur kosning samningin, þingkosningar, mögulega 2 þingkosningar þegar næst ekki áður en að kjörtímabilið rennur út. Þá eru komin 4 kosningar og stjórnarskrárbreytingar og ég veit ekki hvað. Og þá situm við þar og Mario Draghi skýrslan ennþá upp í skáp í Evrópusambandinu og við búin að missa boltan í höfuðverkefninu. Ég skil ekkert, sko. Ég veist bara augljóst við einhendum okkur í hitt. Það plan. Ég til. Hilmar Veigar Pétursson, takk fyrir komuna spurningar. Takk. Við höfum orðin ekki fleiri. Þau eru orðin mörg og þetta mjög áhugavert mál auðvitað, ekki síst þegar við skoðum þetta út frá vaxtarmöguleikum Íslands. Við segjum þetta gott að vettvangi spursmála á mánudeginn, óvenjulegur dagur til útsendingar á þessum vettvangi, en þetta líka óvenjuleg vika. Það eru bara 5 dagar í það að kjördagurinn renni upp. Fylgist þið með hér á næstu dögum í Morgunblaðinu á mbl.is og auðvitað á vettvangi spursmála. Verið þið sæl.